Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. 2026. Herðu, það byrjar ógeðslega vel fyrir okkur. Við erum í veislu hérna. Við erum í veislu. Það er bara að tapa sparinn heim í sett. Já, heim í sett. Ég hef aldrei séð sett okkur vera raun og veru bara gyrnilegt. Við hefum aldrei verið með svona, sko. Nei, þetta er rosalegt. Þetta er bara draumur allra að hafa verið með bestu tapasréttina beint fyrir fram að sig. Vá. Sko, við náttúrulega komum nýtt ár, við erum öll í þessu bara setjum okkur markmið okkur þannig, en fyrst og fremst, og við verðum að muna þetta öll, þóttu við erum sjúklega eitt í janúar og allir eru að gera sitt, það verður að muna að njóta. Það bara má ekki gleymast. Það má ekki gleymast. Af því að ef við erum ekki að muna að njóta, þá förum við bara í ykkur vilsu. Það er náttúrulega þannig, sko. Og þú veist, og líka bara þegar maður taka saman árið og maður hvað gerði í janúar, þú vilt alveg líka gera skemmtilega hluti í janúar, sko. Eins og fara út að borða með vinninum á tapasparinn. Já, bara mjög algjörlega. einfalt. Það er bara, maður er líka fjárfesta í bara skemmtilegheitum og minningum, skilur. Já, minningum, klálega. Bara, já, maður á ekki að fara all in, skilur. Þú veist, þú mátt alveg. Þú mátt alveg fara all in. Þú mátt alveg, en reyndu bara að muna að njóta. Já, ég held að sé alltaf svona bara behind your ear, bara muna, bara ég verða að njóta líka og það er ekki til, veist, það er ekki til betri staður en tapasparinn, það er eitthvað fyrir alla, þið sjáu það bara borðin okkar, það er eitthvað fyrir alla, sko. Já, nei, sko, Bensi er brjálaður út í okkur núna. Gunnar líka. Ég segi hann eitthvað, nei, við sko, þetta verður bara lítið við klárum það. Já, þess að ég held að vera bara smárétti. Já, þetta er rosalegt. Veistla, við erum alla gellulegastu réttina á tapas. Já. Fyrir framan okkur. Þetta er líka réttir sem við fáum okkur. Þú veist, við stundum förum bara, þú veist, áðurum förum kannski, maður mæti eitthvað partí eða mæti eitthvað ammalegani. Maður fyrir að fæ sér að borða áður eða áður maður fyrir okkur sýningu. Við förum oft bara tapas, fáum okkur kannski 1 eða 2 svona smárétti, deilum með kokteli. Það er fullkomni tapas bara uppskriftin. Það er bara perfect. Já. Það er svo næst að geta bara að fengið sér 1 smárétt og koktel. Það er bara fullkomi. It's the girl math. It's the girl math. Ef að fara í auðvitað með það? Já. Sko. Oh my god, sem þarf nú alltaf að kynna eins, sko, því ég ætti að þekka þetta by now, en fyrsta sem ég ætla að segja frá, en við erum með humarinn. Við erum með hvítlauksbaka humarhala. Delicious. Delicious. So good. Þetta hef ég gert heima á mér. Já, þú hefur gert þetta heima á þér. Og þetta er alltaf já gott. Þetta er rugglað. Eigum að dig in. Já, herðu. Bara sorry því sem við erum með eitthvað svona hattið smettið okkur. Það er sumir sem elska það. Já, en þetta er bara svona ákveðið taste-test. Þú veist, við verðum bara að að gera þetta. Þetta er hálfu ykkar. Þið vitið samt alveg öll hvað humarhalarnir eru. Delicioso. Þetta er líka bara prótein. Já, er það grínast? Þetta er bara main holt hérna. Ég var alveg að dífa hérna. Ok, gráða mig. Smjörið. Já. Nei, það er ekkert betur en humar. Ég veit ekki hvað svo oft við tala um humar, sko. Líka bara humar er ekki humar, sko. Það er ekkert allir sem gera humarinn svona, sko. Rétt. Hann er bara hann er svo grand, sko. Þetta var uppáhalds fyrstur rétturinn okkar, bara frá að við byrjuðum að fara að tapas 15 ára eða eitthvað. Alltaf humararnir. So good. So freaking good. Ok, næsta sem við ætlum að smakka er baconvafinn, hörpuskel og döðlur með sætri chilisósu. Þetta er svo gott. Ég er svona nýlega fann að kynast þessu. Þetta var einn af mínum fyrstu líka. Aha. One of my firsts. Ég var alltaf svo hrædd við hörpuskel sem ég skil ekki, sko. Oh my god, hörpuskel er delicious. Ef þið hefði ekki smakkað hörpuskel þá er það bara rugglunni. Já. Sérstaklega hjá You gotta try it. Tapasbarnum, sko. Nei, alveg nei. Ég held ég ekki smakkað á mörgum öðrum stöðum. Nei, ég held ég hafi bara smakkað á tapas. Tapasbarinn. Já, maður veit bara það eru geðin, sko. Já. Ok, ég er að smakka hérna hörpuskel með baconin núna. Sósa er líka svo ótrúlega góð. Þetta er frábær sósa. Hún er gerð frá grunni. Ég hef gert hana líka áður. Í alvörunni? Vá. Hóruður ekki að tapa svíðjóðum með þetta? Jú, ég bara mista þessi, ég var svo mikið upplýsingum, sko. Já, þú verður að fylgjast með. Já. Ég bjóð til sósuna frá grunni, sko. Með papriku og sykri og vinegar og alls konar. Þetta er all the freshest ingredients. Þetta er rugglunni. Þetta er svo gott. Like always. Vá, mér líður bara eins og sem út að borða. Ég er alvegni. Herru, svo erum við með marinerar lambalundir með lakrís-sósu. Lambi lakrís. Lambi lakrís. Þetta er svona OG. Þetta er svona tapastu frækt fyrir, sko. Já. Þennan hef ég líka gert. Já. Þú er bara búin að, þú veist, elda helmingin að tapa, sko. Ángríns. Það er mjög lítið. Jú, til já. Við fengum þetta líka þegar við fórum jólin. Já, í jólapakka. Jólapakka. Það var eitthvað jólathema.
Þetta er náttúrulega svo gott, sko. Þetta er eina lambi sem er svo gott. Þetta var hangikjöt. Þetta er hangikjöt, wow. Shit, it slaps every fucking time. Veit það. What the hell? Það er bara ótrúlega að við fá okkur annan bita að lambi. Já, við þykjumst ekki borða lamb. Og svo smökkum við þetta. Þetta er líka bara, veist, mér finnst lamb ekki gott og mér finnst lakris ekki góður. Þetta er bara með því besta sem ég fæ. Þú veist, það meikir engan sens. Já. Þetta er líka svona náttúrulegu lakrís, svona... Já, þetta er svona... Já, heiti áttur. Manna ekki. Það er mjög gott, já. Þú ættir að muna það. Já, að því ég hef gert þetta. Já. Ok. Næsta sem við ætlum að borða er naut í borgú. Nautalund borgúin með sveppa deluxe. Já, þið heyrið það, við erum náttúrulega ekki þjóðlundur að tapas en við getum reynd að lesa þetta. Þú veist, einn daginn kannski. Einn daginn, kannski fáum við vera það hefnar. Herru, það er hérna. Ég ætla bara að segja söguna því að þú veist, ástæðan okkur við kynnumst tapas svona ungar er að því að vinkon okkar var að vinna á tapas. Hún var þjóðn á tapas, þannig að hún er alltaf kynnt okkur fyrir svona bestu réttunum líka. Þess vegna voru við svona þroskaðar svona snemma. Já, ámgrísbrakku, maður fara hérna út að borða fyrir MS-balli og fá okkur humarhala. Já. Geðveikt fancy. Já. Þú þarft eiginlega að gefa mig bita að þessu, af því að ég næ ekki. Já, ok, ég skal gefa það þannig. Ok, ég skipta bara gaffal. Já, sniðugt, jú. En þetta er náttúrulega, sko, nautið og tapas, það er líka alltaf. Það er náttúrulega, it slaps. It does, it really does, everything does. Ég fekk ekkert sveppamauk. Æ, sorry, ég veist þetta sveppamauk. Já, gefum smá sveppamauk. Herra, við erum hérna alveg bara í veislu, þið heyrið það. Heyrið það að sjáuð. Komið að borðið með ykkur, þetta er matabóðið. Þetta er matabóðið. Fyrsti þáttur af matabóðinu. Bon appetit. Thank you. Við mál. Veitu? Ég verði að vera svona saman tíma alltaf. Ok, trú að. Ný eldur nautulund. Gorgeous. Ég er strax búin að sulla á mig. Já. Eins og við vissum að myndi gerast. Hver var með 1756? Varst þú með það? Já. Þú vannst. Ég vann. Ég var búin að... Bokk. Já. Ég vissi myndi sulla á mig, ég er sem ekki að suppa. Þetta er líka bara... Já. Ég verði að borða í svörtum fötum, sko. Herru, mæti í svörtu. Já. Svo erum við með túnfiskinn. Við erum fengið hann marg oft áður. Þetta er uppáhaldsrétturinn minn. Túnfiskur með avokadómöki, chili, furunetu salsa og quinoa crispy kjúklingar. Nei, ég fór í annað. Sorry, ég hætti ekki að lesa af svo læsið hjá mér. Við erum með túnfiskinn sem er avokadómöki og bara chili. Vá, geðvikt. Og mandarínum líka. Já, og mandarínum. Mér finnst það að vera svo mikið hax. Já. Mandarínum með túnfisnum, yummy yums. Sko, ég var líka hrætt við túnfisk. Nú til þú lest mér smakka það. Já, en hei, ég smakka. Já, vel gert. Ég er alveg búin að kenna það helling. Já, helling? Ég tek það ekki að þér. Matalega séð og... Þú veist, þú þarfst ekki margaríta. Já, ég man, það var vandamál. Það var hræðilegt. Hvað var það? Það ekki. Manstu hvernig þú kennir mér það? Ég var að setja aftur. Í alvörunni? Já. Sunnuva, og ég kom með smekknaðist. Nei, ég þarf svona buxnasmekk. Það búið líka í stólinn. Nei, not the white chairs. Gæði mér. Já. Ég þarf smekk. Ekki það að þetta bjarga þessu eitthvað. Svona, kannski sullast ekki meira. Já. En túnfiskurinn. Hann er náttúrulega bestur. 10-10. Every time. Veitu, ég er ennþá að klára minn hérna. Já. Nei, já, túnfiskurinn, þú kendur mér á hann, þú kendur mér á margarita, það er rétt hér. Og byrjar að kenna mér margarita með því að kenna mér að drekka Paloma. Remember that? In London. Á rúftofnum í Harrods. Já. Það var fyrstu Paloma en eða ekki? Ég held það, mér minnir það. Já, alveg. Eða var það fyrsti Paloman inn í Selfridges þegar voru nýbúin að... Fyrst þeir ekki margarita þá? Þeir nýbúin að kaupa okkur töskur? Já. Sjákum út töskuna? Já. Ég man það ekki. Ég man ekki hvort var fyrsti. Nei, það var alltaf í London. Það var í London, klálega, 100%. Með Hildi. Við hefum potmyndaðstökstar, við erum að finna hana bara. Hún var líka drullu góð. Rosaleg, hún er alltaf góð. Ég er bara að opna mér ískalda kók með Já, það er gott að skóla þessu niður með kóla því við erum ekki með koktelun og tapas og framlögur. Nei, en það er ekkert betra en ísköld Coca-Cola Zero. Coke Zero. Það er svona janúar en nýmanni. Jafnvel Zero. Já. Náttúrulega Zero er alveg skóipaldum mitt. Ok, næst erum við með our favorite. Jeps. Kjúklingastrimlar í barbecue raspi með pistasíu mulningi og gráð ostasósu. Þetta talaði við mig.
þetta á einn kokteil. I'm set. Ég veit ekki, ég get ekki sett tölu á hvað ég oft fengi mér nákvæmlega það. Sammála. Kjúklingastremla, gráðasta sósuna. Alveg sturlun. Þetta er sturlun. Þetta er svona, þú veist, ég get eiginlega ekki deilt þessu bretti. En samt er hann alveg stór. Hann er mjög stór, mér finnst hann bara það góður. Ég er bara, this is mine. Thank you. Hann er svo góður, sko. Nei, gráðasta sósa. Sorry, ég sé tala með fulla munn. Það er ekkert betur en gráðsósa. Gráðosta sósa. Og ég sagði þetta rætt. Það er hlæg. Ég sittur á munni minn bara. Á munniðinn? Þú veist, við erum on camera hérna, sko. Nei, svo er margir bara kvartið smjattin í okkur. I'm so sorry. Já. Ég er að reyna að fara frá mæknum ef ég smjata. Ég líka. En við erum líka bara að segja hvað það er góð matur að tapas. Það er mjög einfalt. Það er einhver örfáir sem eru með þessa fóbíu og þú sögðum frá að vera að borða eitthvað. Hanna... You should know. Já. Herru, næst á dagskrá erum við með patatas bravas. Já, patatas bravas er smá erfitt að segja, en ég vil vona að segja þetta rétt. Patatas bravas. Já, það er rétt. Með aioli og romesco sósu. Aioli? Já. Já, mercy, ég elska aioli. Það er ekki til neitt betra. Við erum náttúrulega, patatas bravas, segir mér, er þetta kartöflur? Patatas. Patatas? Svo þetta segir sér sjálf, krakkar. Bravas. Ég held að því svona luxus eitthvað. Þetta er algjör lúsus. Þetta er geðveikt. Patatas bravas. Þetta er ruggla. Bravo. Sósan glæsileg. Eina sem er svona missing hérna er fucking brauðið. Satt. Því vil það gott. Brauðið og tapas. Vá. Já, bara, það pluss koktelarnir. Ég held að sé bara að fá sér eina góða könnu, sko. Það er eina sem okkur er missing right now. Já, og þú veist, við þurfum koktelana. Vissulega. Næsta sem við erum með. Já. Herru, ég held ég hafa ekki smakkað þennan. Hörpuskilna. Þessi hörpuskil. Er þetta ekki kannski sem við fengum jólin? Jóla. Mástu, við vorum að deyja. Við vorum að tala sko. hann var endalaust. En þetta er pönnusteikt risa hörpuskil með selleri rótamauki, ástraldrin fróðu, stökku sér rann á ólifu, sandi og truflu snjó. Vá. Sæll. Truflu snjó? Hvaða vitleysa? Talaði við mig. Aldrei vekja mig. Þetta er bara prótein hérna, sko. Herru, við erum bara búin að vera í fisk og kjött og, já, og kjúkling, sko. Vá. Bravo. Slaps. Patatas bravas. Bravas. Þetta er hún. Þetta heita bravas, sko. 100%. Hei, við erum ekki búnar. Nei, við eigum nefnilega vakjúm smáprogram eftir. Ég fór daginn á tapasbarinn með bróðinum og Birgitta Líf. Já. Og Birgitta Líf, guð bara samaði þessa hambúrgara. Þessa vakú smábúrgara. Með rauðlauksultu í brjókki brauði með bravas. Það er með patatas bravas, svona it's 2 in 1. En hún var bara, hefur aldrei smakkað, ég bara, what the hell. Ég hef aldrei smakkað þetta heldur. Þetta er hennar svona, já, eitt réttur og kokteil. Þannig að já, okkar er svona, mitt er þetta, eitt réttur og kokteil og þitt er þetta hérna. Já. Eða humurinn, já. Mitt er tónfiskurinn og byrtaður strimlanir, eða náttúrulega humurinn. Að við förum eiginlega aldrei í einn. Nei, við reynda líka, þú veist, ég kaupi einn, þú kaupir einn. Og deila. Og svo kaupir stelpnar einn og við svo smökkum í höllum. Já, það er mjög næs. Já, mjög næs. En já, ég smakkaði þess að glæsilega vakjúborgara. Oh my god, ég er svo spennt, já. Smökkum þá. Ég ætla að rétta þér, já, ok. Ok, takk. Vá, takk fyrir. Og líka brjókki, hvernig segir maður það? Brjókki brauð. Það er ekki til betra brauð. Án gríns. Ég ætla að kremja hana þess. Ég líka. Núna þurfum við bara að afsaka okkur aðeins. Já, sko, þetta breytir smá mukbang, en það er bara gaman. Það er bara gaman, við hefum aldrei gert það. Þetta er smjátt og tjatt. Langt sem við hefum gert. Það er ekki farið og tapar svo tekið smjátt og tjatt. Það er gaman. Jó, wow. She was right. Ruggla. Wow. Rauðlaukurinn. Ói, hvað það var gott maður. What the hell? Vá, það er því líka veistlan, svona. Takk fyrir okkur, takk fyrir barinn. Mikið erum við lánsamars, já, bara takk fyrir okkur. Við ætlum að, bara, þú veist, við þurfum að geima þessa, sko. Þetta er bara klára að borða eftir. Nei, við erum að bara stúta þess að við erum búin að þátt, sko. Og ég held að, bara 100%.
Sorry, smá kúk. En hérna, við ætlum að taka smá pásu, clear the table og fara svo í hinn markmiðun okkar. Ekki. We are back. We're back. 2005 bara komið og farið. Það bara farið. Jú, það bara farið. Goners. God, það crazy. Það var hellað ár. Já, við erum búin að fara yfir árið. Það var mjög stórt. Eitt sem við fórum sem ekki yfir. Það voru, og við getum farið yfir núna, top 10 mest seldu hlutinir hjá Blush. Herðu, Vinslastu hlutinir hjá sáðu Blush. þið póstuðu því. Já, þetta Það er ekkert eðlilega áhugavert. Ég elska allt svona recaps. Ég elska Allt svona, recaps. bara- Ég elska það. Allir aðrir postar recaps. Já, Ég ég elska öllu recaps frá öllum. Ég líka. Og þetta er ekkert eðlilega spennandi. Ég ætla að lofa því að númer 1 sé Reset Bullet. Nei. Ekki? Númer 1 er Desire G-Spot. The one, þarna. Já. Ok, númer 2. Númer 2 er Core Taperringir. Ok, geðið. Númer Það var 3. náttúrulega nývara. Já, glænýva. Womanizer Next. Ok. 4. Stimulating CBD oil. High on love. Við erum búin að guðdóma það, sko. Algjörlega. Hvað er ég alltaf að segja guðdóma? Það er bara fallegt. Já. Haltu bara frá mig að segja það. Við guðdómum þessa olíu. Svo erum við Valor Pararingin. Svo erum við Cheeky. Ok, buttplug. Yes sir. Sem er samt held ég sko með fjärstæringur. Cheeky, fjärstringa buttplug. Já, mér sýnst það. Wow, it's fancy. Ég veit það samt ekki en það gæti verið. Já, nota með án titrings. Ok. Númer 7, Lingo. Lingo the Rabbit. Jeps. Og númer 8, Vibrating Handjob Stroker. Handjob stroker. Þetta er rosalegt. Er ekki bullet þarna? Þessi litla opna múfa. Ég veit ekki. Númer 9, Flirtstag. Ok. Er bullet það ekki? Ég er í sjokki. Ok. Nei. Alex Neo númer 2. Rungmúfa. Já, þetta sé rungmúfar sem var með hljóðum. Gæti verið. Það gæti verið. Það make a sense. Þetta var rosalegt ár, 2005 var rosalegt, en komum bulletinu á top 10 listan. Herðu, er í áfalli? Já, þetta er ákveð markmið fyrir ykkur allir það. Kannski eiga bara allir bulletin. Já, satt ok, fara að gefa allir mann. Já, eins og við erum búin að gera. Ángríns. En þetta var, já, gott ár og hérna, en eitt sem við þurfum svolítið að fara yfir, þú veist, það er alltaf, þú veist, kínversku árin, eins og við höfum margóft sagt ykkur, við erum rottur. We are the rats. The rats. Já, málega Ég hata þetta. Akkur gáttu ekki fengið eitthvað cute? Ég veit það. Jæja, Allan að við erum rottur. getum ekki gert því núna. Nei, það er of sint í rassin greipið með það. Við fættum bara þetta ár. Það var málsóttur. Sint í rassin griði. Sérum maður að þroskast á nýja ári. Algjörlega. Já, Stórt ár. Alveg tala íslensku hérna. En ár snáksins er ekki búið. Nei, kínverska árið er aðeins seinna en okkar. Já, það er til, við tjekkum á þessi gær, Febrúar. 11. Nei, það var alveg spensa. Spensa. Það var alveg 20. eitthvað. 17. 17. 20. annan. Gæti verið. Tjekkum á því. Við höldum alltaf við munum alltaf tölur. Já, nei, bara alls ekki. Svo erum við báðar bara talna blindar. Já, bara, ég veit að þetta kemur 2026. Ég spura, when? When? Herðu, 17. februar. Ok, það myndir. Já, myndi þetta? Já. Þá komum við inn í ár hestsins. Já. Og við erum sérst að ganga núna inn í the year of the horse. Years of horse. With horses, they're so posh. Ég er svona svo ánað að shedding season, að því við erum snákar, við megum ennþá að vera að shedda. Að því ég er alveg, ég þarf smá tíma, þá til ég tek hestin á mér, sko. Já. En sko, við verðum svona að vita bara hvað þýðir þetta hesta ár. Þú veist, hvað er hestur? Mér líður sér aldrei þetta orðið hestur. Nei. Orðið hestur. Ég meina, sem kynur stjörnuverki. Ángríns. Það er ekki með engan hest. Ok, bara hestur, kínversku stjörnumerki. Þú reddi að heyra bara, hvað heldur það sé? Ég held að sé svona gætt svona ég veit það ekki. Nei, ég hugsa svona veðhestur eitthvað neginn. Já, ég hugsa þetta svona posh. Já, svona pólóhestur. Já, til dæmis, en þeir eru svona elegant. Þeir eru svona grand. Já, þeir eru svona grand og Já. þeir eru svona stóri hlutur að fara að gerast. En svona íslenski hestar eru svona eitthvað. Já. Þannig að krútlegir eitthvað. Þeir eru sætir, sko. Já. Ok, ég ætla að reyna að sjá hérna hvað það segir. Þetta er svona hesturinn. Ok. Það táknar ár sem er fullt af orku, hreyfingu make og sense. sjálfstæði. Já, þetta er svona, Já, þeir eru svona independent. Svona. Bara hreyfa mikið, já, ég er svo til í það. Já, ár hestins tengist frelsi og sjálfstæði, þú veist, fólk og samfélag vilja fara sína eigin leiðir, hraða og breytingum, hluti gerast hratt og ný tækifæri koma.
metnað og vinnusemi. Þetta gott ár til að elta draum og markmið. Love it. Já, svo þetta félagslindi. Þetta samskipti, ferðalög og tengsl við aðra munu blómstra. Fólk sem fæðist á þessu ári, á hesta ári, þannig að þú veist, erst ólétt eða fæddist á hesta ári, skilur þá ertu orkumikil og jákvæður, sjálfstætt hugsandi, heiðarlegur og beinskeyttur og þolir illa að vera bundin eða stjórnað. Hún mætti halda að ég var hestur. Þannig að þeir sem eru fæddir 2002, 1990. Cute. Já, þeir eru til dæmis hestar. Já, ég þekki fullt að svona liði. Já, 2002. Já, ég líka. Já. Góð pæling. Já, akkur er svona margir 2002. Ég þekki alveg mjög margar 2002. Það var eitthvað sjálfstætt árana. Það er mjög sko. En þetta er svona, já, þetta er svona það sem við erum að fara inn í bara, ég bara sé hestin fyrir mér, þetta er bara já. Orku, hreyfingu, sjálfstæði, metnað, vinnusemi. Þetta er náttúrulega the working horse sko. Þú veist alveg að draga kerrurnar og svona. Herðu, þeir eiga ekki að vera því, þeir eru sjálfstæðir. Nei, þeir voru því, þeir eru vinnuhestar, skilja. Það er þú duglega að vinna, þú kallar það vinnuhestur. Þannig að þú sér hvernig að þetta ár verður. Þetta var rosalegt ár. Já. Þetta verðum að vera dullur. Við ætlum að vera duglegar. Mjög duglegar. Duglega að vera duglegar. En þetta byrjar ekki strax, eins og sögum. Þetta er til 17. Februar. Þannig að við erum ennþá shedding. Þannig að við erum ennþá í snákalíkin okkar. Já, hvað var þetta snákurinn? Remind me, hvað hugar fara ég að vera með hérna næstu 2 mánuðina? Á ég spyrja? Já. Ok. Ég man ekki alveg hvað snákurinn er. Hann er náttúrulega svona... Sneaky. Ætla hann sé sneaky? Ég veit ekki. Þeir eru náttúrulega bara bráða smartir, sko. Já, þeir eru klókir. En snákurinn táknar visku, innsæi og dýpt og þetta ár sem var að líða hvetur til íhugunar stefnumótunar, hljólátra en markvissra breytinga, vitsmunalegs vaxtar og strategíu. Vissulega mjög sneaky. Já, þetta er það sem er svona, hvað þarf að varast, það er svona of mikla leyndóma eða vantrust, að vera ofarkár er líka eitthvað sem þú þarfst að passa það á og missa af tækifærum. Þú er ekki, skilur við. Já, of sneaky. Fólk sem er fætt á snáka ári, eins og hún Elisabeth mín. Einmitt. Hún er nú snákur. Hún er djúpt hugsandi og skynsum. Hún er með góða strategíu og hún treystir innsæðinu sínu. Cute. Ég sé alveg, hún sé djúpt hugsandi. Ég sé það. En þetta, já, hún er að plana eitthvað. Já, satt. Bókað þess að fyndi að þetta er svona snákur með svona, þú veist, hugsar og svona, ekkert eitthvað svona hreyfinga eitthvað sem er mikið í sens. Nei, fattur þú veist, þetta er ekki að sama og hest, þetta er svona fengum alls ekki sömu lýsingu. Einmitt. Þannig að þetta er alveg skemmtilegt. Þannig að við erum ennþá að klára þetta, við erum svona svolítið svona strategísk, svona... Það meikar sens. Já, það gerir það. Og með við brunin okkar núna. Svo förum við inn í hestinn, 17. febrúar, við erum að halda bara kínversk áramót. Já, gerum það. Það verður rosalegt. Gerum það. Já. Fáum eitthvað svona stjörnu speki hérna. Já. 17. Og höldum kínversk áramót. Ég til, já. Megu það ekki örugglega. Jú, okkur ekki, við erum að fagna öðrum mitt, en þú veist, maður veit aldrei eitthvað alveg öllu þetta er í hug. En ég er mjög til það. Já, bara svona fagna nýjum, já. Þú veist að þið mamma er mjög klók í þessu, ekki? Jú, mamma er ágætt í þessu, sko. Getum alveg tala við hana, eða kannski þekkir hún eitthvað stilling. Já, einhver svona, þið þekkið eitthvað, látið okkur endilega vita. Já, þetta er gaman, sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Við hefum einu sinni farið yfir þetta, var það Áskristinu? Ég held það. Já, getur verið. Getur verið, við þá vorum við með bókina frá mömmuðinni. Já, við vorum hana alveg að þetta sundur svo bók. Já. En við getum líka bara kíkt í hana. Já. Þegar við förum yfir þetta. En eins og er ennþá bara árið Snáksins. Þannig að við ætlum að klára þetta með stæl, en við vitum að það eru allir örugglega með sömu orku við að bara fara inn í þetta og eru bara, ok, þú veist. Ég elska það. Ég elska janúar fyrir þetta. Ég líka. Ég líka. Ok, hlustið á þættinum okkar aftur í tímina sem tölum janúar, þá hötuðu hann. Einsinni. En svo í fyrra, þá byrjuðum við að elska hann. Við vorum svo til í janúar. Já, nei, líka árun áður heldur líka. Já, mér minnir það. Okay. Við nefnilega elskum líka svona þegar sumar er búið og það kemur smá rútín aftur. Við erum alveg smá svona rútín. En við man alveg eftir þegar við vorum eitthvað bara lengst í janúar í heimi, bara alveg dreading, sko. Kannski. En núna er ég bara svo til í bara janúar, bara taka mig í fucking gegn. Sammála. Bara, mér langar bara að rebrand. Já. This is rebranding. Let's We are rebranding. Já. Að því, þú veist, ég þarf þess. Ég þarf bara gjörsalega þar þess. Já, bara same. Já. Ég þarf bara að taka mig til í bara andlitunu, sálunu, alla hátt sem mögulega er hægt. Bara búin að vera slacking í every fucking corner. Same. Bara búin að vera okkur hamstra hjóli. Já. It's over. Einmitt.
aftur á bak. Aftur á bak, sko. Nei, alveg bara, Já. ég er svo til, ég elska líka bara áramótin upp og það bara, þetta er bara fresh start fyrir mér. Og þú veist, þá er bara svona, okay, let's fucking go. Let's try again. Já, bara Let's do it better. Já, 100%. New year, better me. Og núna, vonandi bara, þú veist, eitt af mínum markmiðum núna í ár er að reyna að halda þessu hugafari. Þú veist, ekki missa það. Einmitt. Reyna að halda því. Já. Og það gerist ekki, maður getur ekki haldið þessu markmiði nema maður sé með jafnvægi. Einmitt. Þegar ef ég ætla bara, ég ætla bara ekki að borða neitt óhald, ég ætla aldrei að fá mig bestís. Kutta 500 kalórir á venjulega kalórir mínum. Ef ég ætla að fara í þetta svona, þá tapa ég þessu. Já. Bara með Það þetta samme. virkar ekki. Það er ekki langtíma Nei. markmið, sko. Þannig að fara inn í janúar með jafnvægi mjög ofalega í huga, það er ógeðslega mikilvægt. Mjög leifa sér allt, en þá bara búa til betri venjur. Já, 100%. Og bara þú veist eins og bara, ok, ég fæ mig kaffibólla hvern einasta dag, ég fæ mig bara ballerinakeksi mitt með kaffibóllanum mínum, í stætt að nei, ég má það ekki. Þá borða ég 5 pakka. Einmitt. Næsta laugardag, sko. Einmitt. Þannig mér finnst það bara það gott. Nei, ég var að láðan, ég fekk mér ballerina með kaffibóllanum mínum. Já. Þú Maður á varst að gera það. þriðjudagur í dag þegar við tökum þetta. En maður á að gera það. Það er góð málið. leið. Nei, Af hverju ekki? 100%. En ég segja, Litlu hlutin, þá er ég bara svona, þá er ég ekki bara, oh my god, ég er að kreyfa eitthvað, skilur. Nei, nákvæmlega. Og einn mínibestís, þú veist, Wow. geðveikt Yfir treat. spólinu á kvöldin, sko. Já, Einmitt. 100 áka kalórir, Geðveikt. 190 minnum við. Já. Geðveikt, Já. það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Ja. En ég segi, þú veist, bara, ég held þú haldir ekki út þessu hugafari að vera svo spenntur fyrir árinu og vera metnaðfullur að vilja þetta besta. Ef þú ætla bara að banna þér og vera bara með leiðandi. Svo Það sammála. virkar ekki. Nei. Við hefum alveg, þú veist, mista okkur þannig. Við höfum gert það. Klálega. Og það er bara leðilegt. Það er svo líka tölum við reynslu. Já, við erum your big sister. Hlustu á True, okkur. We've true. been through life. We have. It's been a while, guys. It's been a while. We've been here for a while. Já. Svona gamla sálir. Já. Nei, vá, við erum. Já, er það ekki? Erum við brand new? Ég Nei. veit ekki, nei. Ég fekk að vita það í dag. Þú var ert? svona smá skiknin mannesku, já. Einmitt. En ég er samt, hún sagði, já, þú ert mjög gömul sál og hittum mig fyrst skipti, en þú ert samt bara með flugvelda, skilur bara svona, Já. þú ert bara út um allt, sem er skemmtileg blanda, sá hún. Það er mjög góð blanda. Já, ég var bara, hvað er gaman að heyra frá okkur öðrum, bara svona Já. random, ég var æði. Það er bara algjörlega rétt hjá þér. Já. Svo spurðu mig bara, ok, þú ert svona núna, hvernig ertu þegar þú ert, skilur, æst? Skilur ég bara, að því að það er alltaf svo mikið í gangi í haustum á mér, ég get alltaf að tala stundum, að ég er bara hérna. Ég sagði bara, ég verið skemmtileg. Þú er mjög skemmtileg. Já. Já, þú ert Þú aldrei veist, eins og þegar maður er í glasi eða eitthvað, skilur. Já, já, mjög skemmtileg. Ég held það. Þú veist það? Já. I'm telling you. Já. Nei, bara 100%. En já, ég held að þú sért líka svona ágætlega gömul sál, sko. Ég held Ég ég sé held það líka. aðeins eldri. Já, ég hugsa það sjálf eftir Örlítið. sko. Já. En ég held sem báðar með þetta svona sprengi hugmynda alltaf, skilur. Bara Endalaust. Þess vegna er líka svo mikilvægt að halda okkur í rútínu og vera bara, ok, let's go. Við þú veist. lifum og þrýfum best þannig. Já, líka bara, þú veist, og maður er ekki eins og bara að tala um eitthvað ræktun og þannig líka bara fyrir okkur metnaðilega að sé bara við erum komin í janúar, núna horfum við bara heilt ára tilbúin bara, ok, þú veist, Let's go. Við erum svo stórt árið til þess að toppa, sko, 2005 var huge. Já. Þannig að hvernig ætla hestur hann að gera það? Þú veist, Einmitt. við erum að hugsa þetta vel, sko. En eitt sem er svona alltaf á mannsmarkmiðum, bara okkur persónulega, Við hefum oft talað um þetta. Ég veit hvað þú að mjög segja. oft, já, og þetta er bara alltaf, það eru fjármálin. Og hérna, og ég veit við erum öll að tala um bara, hey, við erum svona, við erum svona, svona. Maður getur alltaf gert betur með fjármáli sín. Allir, Alltaf. allir. Já. Og það er svo einfalt, ef við bara, og við kynum til leiks nýjan styrtrala tebósins, Indó. Þetta er nefnilega svo einfalt að þú ert bara að spara með því að nota Indó. Þú þarft ekki að gera neitt meira, þá ertu strax byrjað að spara. Einmitt. Bara með því að Svo nota sniðugt. þetta kort. Já. Að það er engin bullgjöld, það er ekki færslugjöld og svona Gengisgjöld og gengisgjöld og Já. svona leiðileg gjöld sem þú fattar ekki að þú ert að nota. Einmitt. Crazy. Það er svo næs. Og líka, sko, þú veist, mér finnst bara appið svo mikið æði. Já. Af því ég fæ kvíða að fara inn á banka upp. Sammála. En þetta, ég er svona, ooh, it's emojis. Ok, hvað var ég búin að spara í þessum mánu? Já. Í hverju var ég að eyða? Já. Fenn, skilur. Mér finnst það svo skemmtilegt. Ég elska litina, ég elska emojina, ég elska að það er svona features bara til þess að gera duet, við getum spara saman við tvær þó sem ekki í sambúð, skilur. Já, nákvæmlega. Gert vinkonusjóð, bara, þú veist, það er svo mikið. Og við ætlum bara svona, við vorum að byrja að nota. Við vorum að byrja, já. Þannig að við ætlum að læra þetta með ykkur. Við ætlum bara að hvetja ykkur til að prófa þetta.
Þurfum ekki að borga neitt, það kostar ekki neitt. Kostar ekki neitt að setja upp og ég segi bara núna, setjum bara öll upp Indó núna og kannski bara svona eftir 3 mánuði, bara tökum sér staðin bara 3 mánuði, byrjum bara, tökum 3 mánuði saman, allir að downloada Indó bara núna, skrási þetta, tökum smá keppni, hver spara mest? Já, en ef ekki fara líka í lókmánu alltaf yfir hvað veitum í? Já, hvað mest, skilur við? Jú, við verðum það getur þetta skemmtilegt, sko. Já, gerum það. Já. En líka bara fyrir ykkur hlustundur því að við getum gefið þeim eitthvað. Það getur unnið eitthvað frá okkur. Já. Svo sem sparaði mest vinnur okkar geggja. Einmitt. Það er skemmtilegt, já. Ég er mjög til það. Downloadi núna, gerum það saman, spörum á árinu. Þú veist, maður verður að byrja á þessu bara strax. Janúar að byrja. Kynnið ykkur allavega Indó? Já. Bara, við ætlum alltaf að gera það. Við ætlum að gera það, já. En þetta er alltaf markmið á hverju ári. Annað markmið sem að bara svona, ég ætla allavega að vera með í ár, svona áður við fyrir mig í gym og heilsuna og allt það sem að svona, manni kannski oft efst í huga svona í janúar. Jú. Er bara, ég er með svona ákveðið bara svona persónulegt markmið að bara svona fara inn í árið með jákvæðni. Já, guðmugóður líka. Þú veist, ég er oft bara eitthvað I've been dreading this year. Já, þú veist, ég er oft búin að stressa mig svo mikið, líka yfir bara litlum hlutum. Ég oft svona leifið þeim bara að heldtaka mig. Ég er bara svo stressuð manneskja. Já, ég veit, en núna þurfum við bara svona það er næstur, sko. Ég var að hugsa þetta á hann, bara svona hvernig kem ég bara stressun á kvíðanum niður, skilur. Ég angurs var bara svona, það er að byrja að huglega að ég stopp ekki. Why not? Ég held ég liggi aldrei, þú veist, upp í rúmi og bara hugsa ekkert. Og ég get aldrei farið í ykkur slökun og hugsa ekki neitt. Ég er bara fullu. Ég er bara með heilt podcast í hausnum á mér. Já. Ég er bara það hættir ekki. Er fólk bara stundur bara ekki með neitt í hausnum? Ég er nefnilega held það. Það er rosalega peaceful. Já, en ég held að þetta sé líka bara ákveðin svona ógreint ADHD. Já, og kvíði og bara eitthvað, og alls konar, já. Það er glætt að greina okkur með mjög mikið, sko. Það er örugglega fullt af einhverjum sálfræðingum sem hlusta á okkur sem er búin að greina okkur með eitthvað. Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Ég er alveg til að vita hvað það er. Af því að, þú veist, þegar sálfræðingur hef ég heyrt. Það bara svona ómeðvitað greinir alla. Það? Já, þú bara segir þeim ekkert hvað það er, skilur, mátt það ekki. Ég hef heyrt þetta mjög oft frá sálfræðingum. Okay. Já, ég held bara, hvað er fokkar? Það greina mig með. Hugsa alla sálfræðingar sem við þekki, ég bara góða það. Maður þekkir alveg slata, sko. Alla sem eru búin að læra þetta, skilur, ég þekki kannski mörga sem eru studying, eða þú veist, practicing. Já. Skal ég meina? Já. Nei, en þú veist, við erum alveg klárlega með einhvers konar ADD, ADHD, hvað sem þetta er, skilur. Já. Ég veit ekki hvað það er. Nei, sko. Er eitthvað að gera því? Við erum svona. Já. Þetta er við. Nei, þetta var sko sinnum 2. Já. Ræðilegt, sko. Já. En ég elska það. Svo stundum við sinnum að setja klipunar inn á tepóinu og spýtar og hún setur hraða á hvernig við erum að tala. Þú reyndar, sko. Og það er bara eitthvað gælla sem kommentaði um daginn bara eitthvað, vá, þessi, ég man einhvers ég verið beislitið jakka eitthvað, þessi beislitið jakka hún talar á ljósra, ég er sammálaður. Já, nei, sko, af því að ég get ekki postað af því að við erum með ADD eitthvað bleið, þá get ég ekki postað klippu sem er meira en 2 mínútur. Nei. Þannig, stundum er þetta bara það góð klippa, þetta þarf alltaf inni. Ég spýta okkur upp, og bara klippa öll stikkorna við, bara hérna skilur. Þannig að, já, ég veit ekki. Nei, það er hei, maður er alls konar. Ég held í alvörinu að sé allir svona. Þú veist, fólk sem að hlusta á okkur. Ég er ógeðslega erfitt með að hugsa, að því ég bara tengi ekki neitt. Einhver sé bara að taka til heima á sér, ekki að hugsa um neitt. Er ekki eiga innri samtöl. Bara ding. Ég veist, er bara silence. What is that? Ég væri bara scared. Ég bara, start talking. Is anyone in there? Er ekkert eitthvað frábær wise come back. Já. Eiga ekki. Mér finnst svo crazy að sé ekki allir með svona inner monologue eða dialogue, hvað sem maður kallar þetta. Bara innrödd, skilur. Ég held að séu allir. Nei, það eru ekki allir. Hinn er ekki bara að ljúga. Hvað? Það er niður í alveg, það er ykkur greining. Það er ákveðið psykopati. Já, ég sverða, er ekki allir að tala við sjálfa sig inn í hausnum á sér. Hver er, pældi því, hver er það? Pældi því, ok, nú er það mjög djúpt. Ok. Að því þú ert að tala upp átt og svo ertu að hugsa, fokk, akkur er ég að segja það sem ég er að segja. Hvernig er þetta 2 manneskjur, einn sem er að segja það og svo hinn sem er að hugsa, að þú ætti kannski ekki að vera að segja það, að með þú var að segja það. Skal ég meina? Jú, er það ekki bara svona sálin versus heilin, eða þú veist. En eru við þá með split personality? Við sem erum með þetta inner monologue, skilur við? Örugglega. This is getting way too deep, sko. Já, ég veit það. Já.
ég fekk svona gamer núsur. Já. Ég svona lítil, ég fengið þannig. Þau hugsa rót djúpt. Stopp. I'm so tiny. Já. Ég reyndar að sé mig aldrei, ég sé bara svona. Ég sé frá stjörnum það, skilur, ég bara eina þessu stjörnum. Já. Vá. Ég man einu sinni, ég hef örugglega sagt frá þessu aður, bara með vorum að tala um það, því ég var svona ángriðs 8 ára og ég fór það djúpt inn í annan game að ég gleymdi hvað ég hét. Já. Það er bara svona, hver ég spurningin. Og ég var bara, hver fokkarum er ég? Já. Ég fekk bara, ég panikaði. Já. Ég var bara að gleyma hvað ég héti, hvar ég væri og bara... Ég fekk oft svona líka bara ef ég var út að labba og ég fór að pæla í öllum öðrum og kannski þessi bara gemur, svo var ég bara ég er örugglega gemura og ég á ekki að vera eða, veist, ég bara, maður fór bara einhver Hversu oft hefur líka haldið að þú sér Truman Show? Svo oft. Bara everybody's watching. Já. Þetta er alveg heldur bíómynd, sko. Já, bara plýsa ekki horfa. Á Truman Show? Já, neðast okkur. Ef við værum Truman Show. Ef við erum Truman Show. Já. Er ég að koma að staði ykkur í hana? Nei. Er ég Truman? Ef við erum Truman Show, okkur með 2 myndar fyrir framan okkur líka. Já, en það er líka bara önnur myndar, skilur. Já, en þú veist, við erum bara putting ourselves in Truman Show. Já, en ekki alveg Truman Show. Ekki alveg heima hjá okkur. Ég var vissilega fyrir við raunveruleika sjóman. Já. Einmitt. Þú veist, er ekki allir bara að live in their Truman Show með þessa snjallsíma, skilur? Einmitt. Og bara TikTok og áhrifvalda. Herri. Þetta er bara sér þáttur. Já, setna. Truman Show. Já, wow. Við erum að horfa á þessu spóla áttur. Ég líka. Já. We go way too deep, sko. Við erum að tala um 2006 og markmiðin og hvað ætlum að gera. Við erum búin að taka þetta jákvæðina. Já. Ætlum að vera hressar. Við ætlum að vera á striki. Halda okkur á striki. Já. Sem vissilega vorum ekki að gera. En það er bara svo gaman að fara út fyrir bóksi. Það verður ekki líka inn á milli, sko. Og svo er það mataræðið. Ef við taka mataræðið fyrst og svo heilsuna. Já. Ég held það. Mataræðið er alltaf mikilvægt að, þú veist, pæli því að það skiptir máli hvað borðar mannstu á milli jól og nýjárs. Já, herðu, þetta verður klass. Já. Ég get ekki hægt að hugsa með hana kvót. Nei, ég veit það. Það skiptir sérst ekki máli hvað borðar á milli jól og nýjárs. Heldur hvað borðar á milli nýjárs og jóla. Bam. Mic drop. Truth. Já. Geimurinn. Ég hef aldrei mind blown að þetta setningu. Ég er bara, facts. Ég veit þetta er bara eitthvað Pinterest-kóti. Já, hefur ekki heyrst þetta áður? Nei. Hefur þú? Já. Á íslensku? Já. Ok, aldrei heyrst þetta. Þú eru enga þjálfur oft segja þetta líka. Já, ok, ég reyndar aldrei farið í eitthvað svona janúar mógi, skilur. Ég hef farið í janúar. Já, ég veit það. Þú veist svona mógi. Ég er mógi. Mógi. En já, nei, ég aldrei heyrst það. Mér er það geðveikt. Já, en það er bara vissilega rétt. Já, þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Ég bara eitt af mínum markmiðum við núna því ég er búin að vera í alvörunni í svona 4 mánuði ekki 4 mánuði, kannski allan desember bara ekki elda neitt heima að mér bara take away núna er ég ekki með börn, skilur þannig að ég er ekki eins mikið pressa að vera með eitthvað já, kvöldmat heima tilbúið, skilur þannig að markmiðum mitt er að elda heima og nýr styrtaræðalið tebásins er eldum rétt. Bjóðum þið velkomin eldum rétt. Velkomin loksins, takk fyrir okkur. Já, vá. Við erum búin að vera glaðið viðskiptvinir mjög lengi. Nei, bara það er enginn sem elskar eldur rétt eins og við. Nei, veistu það. Við gerum þetta alltaf saman og þú veist bara við elskum þetta. Og þú veist, við erum líka með, eins og við tala um bara mismunandi heimilishald, skilur, þú veist, þú og Bensi eru þarna 2 með voffana og við erum með börn og eitthvað. Þetta virkar fyrir alla. Já, gjörsamlega. Þetta virkar fyrir fólk með börn, fólk ekki með börn, þú veist, bara, þetta er mesta snilldin, ég er svo ána með þetta samstarf, það verður svo gaman að segja ykkur frá þessu, það er gaman að segja ykkur mér að borða, því bara þegar ég verið að kaupa mér, bara vikulega sjálf eitthvað, í hvert einu skipti held ég, hef ég sendið ykkur snapp, já, í kvöld er ég með svona, þú veist, því ég bara, I feel like a chef. Já, og líka maður fær að, þú veist, prófa svona alls konar uppskriftir, skilur, og það er svo skemmtilegt. Maður lærir helling, og líka, þetta er ekkert eitthvað svona luxus, svona dýr luxus vara, skilur, þetta er bara eiginlega ódýrara heldur en allavega hvernig ég kaup inn í búðinni, skilur. Ég hef tekið actually kostnaðinn og mun gera það líka áfram núna með, þú veist, Indó líka, skilur, en ég hef tekið actually kostnaðinn að vera hopp út í búð og kaupa í kvöldmat og svo fann það kannski 1 krydd fyrir ykkur einu uppskrift. Já, bara kóríander, skilur. Já, bara til dæmis kóríander, gott dæmi og þú veist, svo bara skemmst þetta inn í ískap hjá mér, það er bara matasóun þannig að þú veist, ég get tekið kostnaðan því og hugsa, já, ég hent
rústunum einmitt Að þó, ákveðnu já, magni. bara 90% af þessu fór í ruslið Já, að þetta fór aftast í frábært. skapinn og það Já. frosnaði, skilu Ég gerði þessu uppskriftin sem ég keipti þetta kryddið og Já. svona mikið pening og það er búið að vera í skuffi 1 ár og svo Já. er það útrunnið. Great. en líka bara svo þægilegt að bara gleyma spurningunni hvað er í matinn Oh my god, believe Skilurðu? me. Á mínu heimili, Já. þetta er bara, þetta gerir, þetta betur bara heimilisaldi og sambandið. I'm telling you. Já, líka bara þess að ég og Bensi borðum svo mikið sikkvort Já. bara, þú veist, ég fíla þetta, hann fíla þetta það er bara þetta í matinn Já. það er bara allt tilbúið og líka, þetta er dásamlegt fyrir mig ég talaði um þetta hérna á TikTok Bensi nefnilega, þegar hann færi þetta í hendurnar þá er hann bara chefing, sko, ég ætla bara að nenni að elda hérna eldum rétt fyrir mig Já. hann bara, já, byrjaði á því bara með alla leiðbyrningarna sínar, þarf ekki að segja hann neitt Nei. og dásamlegt Og maður líka fæ bara svo, maður er smá svona in the zone út af því að þú veist, það er allt fyrir framæg og þú ert ekki að finna eitthvað, farðu búið að ná í eitthvað sem glemdist, það er allt þarna. Þú ert bara Þú ert sett. Það er yfirleitt bara eitthvað sem þarf að eiga, það er bara eitthvað olía og salt og paupar, Já, bara eitthvað sem er á, Já. skilur þú veist, það er svona, já, Það er eina. eiginlega Já. alltaf, skilur Og ég hef gert svo mikið, ég hef gert alls konar veislur, ég hef gert Mexíkó veislu, ég hef gert Thanksgiving Já, og... tala nú ekki um það þegar við erum með stóra veislu Já, það er svo gaman þegar kemur eitthvað svona seasonal hjá þeim og eitthvað. Við gætum í alveg tala endalaust um eldum rétt. endalaust. En við minnum á pöntunarfrestin. Já. Hann er til miðnættis í kvöld. Alltaf á miðvikudögum. Já. Þannig að hvern einasta miðvikudag ætlum við að minna ykkur á, við ætlum að vera í þessu saman. Manstu hvað þú pantaðir? Já, ég pantaði... Ég verði að fara inn á síðan að minna nöfnin að því. Af því að það er líka gaman að fá inspo. Við líka gerum þetta alltaf saman. Við Já. erum bara pantað okkur eldum rétt, ég veit ekki hversu oft. Já, við höfum valið svona saman. en Já, ég og þá getum held- við líka, eitt sem við gerum, Já. ef við pöntum það sama, ég panta fyrir 2 og þú fyrir 3 náttúrulega, þá getum við farið hist saman öll Já. og eldað. Og eldað. Við hefum gert það. Við höfum alveg gert það. Það er alveg dásalegt. En ég sem sagt, tók smá uppi og ég tók ekkert eins og þú. Ég setti eitthvað inn fyrir það ekki. Jú, Ég veist eitt. já, Þú ætlar að fá nautakrönsvefuna. ég ætla að fá mér nautakrönsvefuna Já. sem að þú hefur Ég gert. hef gert, hún er geðveik. Ég hef líka gert hana. Já, þú hefur gert Já, það. af því að þegar þú gerði vídeoið að þú gerðir hana, já. þá var ég bara, ég pantaði þetta í næstu viku. Já, nei, það þetta er bara svoleiðis, geðveikt. Þetta er geðveikt. Þetta er svona Taco Bell svona væpið þetta nema er heima gert, juicy, skilur. sko. Styrlað. Ég ákvaða að prófa eitthvað nýtt og fór í, má ég nú sjá hvað, já, seiðandi Mexíkoskál með risarækjum, tahín, ananas og suðrætni sósu. Ó, það er svo gott. Og ég segi allt bara sem ég fór í. Já, Svo fór ég eggaldin cannelloni. Þetta er eitthvað svona eggplant dæmi. Ég held að þetta sé vegetarian, þetta er ekki vegan. Ég elska náttúrulega bara parmigiana og þetta er svona þannig væp. Svo ég bara, gaman að prófa eitthvað nýjan þegar eggplant rétt. Já, einmitt. Og svo fór ég í, látið mig sjá, já, ég held ég var kóreskan hnetusmjörskjúkling, það ekki? Jú, Mjög spennt fyrir hún líka. Þetta var geðveikt. Ég fór í nautakrönsvefuna, svo fór ég í kjúklingastörfræ. Fun. Já, svona Asian. núðlu, Já, Asian já. eitthvað. Og svo tókum við bacon og camembert fylltar bringur. Nam, já, ég hugsaði, ég sá þær. Já, þetta er byrsta. Já, ég bara var, ég ætla að taka, þú veist, Ég ætla að setja þetta á listaðinn, sko. Ég ætla að taka, svo var ég bara, nei, ég veist það, ég bara var að smaka þetta. Já, En ég er svo So spennt fair. og við mælum svo indreið með, en þetta er líka bara, markmið, þú veist, að borða, þú veist, bara næra sér vel, já, bara með hreinum bara öllu, skilur. Bara, þetta er líka rútína, skilur. Þetta er rútína. Maður dettur svo oft í rútínuna bara taka eitthvað take away, skilur. Alla daga, við. Og eins og þetta með, þú veist, eldarrétt, við erum að panta okkur svona cirka 3, kannski 4 rétt í viku. Þá á maður pláss til að fara út að borða og Já. eða vera boðin í fjölskyldumat, Já. skilur. Eða bara, þú veist, eitt kvöldi er bara eitthvað omuletta í matina, Já, whatever bara sem það er, þú veist, snarli, já, fræga snarli. Snarli. En þú veist, nákvæmlega það, skilur, hann að bara stundum er þetta bara, að, þú veist, en að vera með það sem að, Allavega, mér 3 í viku fullkomið fyrir okkur bensa, því Já. það er svo sem við erum í mat fjölskyldinni, förum út að borða eitthvað eða eitthvað skilur. Það er allavega rútína, svona heima rútína á 3 dögum, já, stundum Perfect. 4, stundum tek ég líka 4. já, ég segi bara, þú veist, Ef ég það á er rólega viku. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er bara geggjað. Já, ég elska það svo mikið. Elskar þetta svo mikið. Herðu, svo er það bara, að fara aðeins yfir heilsuna. Hilsan, Já, Jimmið. the gym. Ok, hugsa vel um líkam og sár, húð og allt þetta. Við ætlum að prófa að huglega, Birta. Ég held í alvegni. Bara alltaf þegar við erum hérna í vinnunni. Taka 10 mínútur saman, af því að ég held ég gætum ekki að gera það einars. Nei, maður fær alltaf að gera eitthvað. Já. Þurfum bara að taka svona, þetta er í Apple Watchinu eitthvað, svona mindful. Já. Bara taka 5 mínútur og reyna að hugsa um ekkert. Sérstaklega líka þegar við erum ókslega stressaðar. 100%, við ættum að vera lunga búin að
tjúna okkur inn á langar alveg að vera senn. Já. Alveg. Ég man ekki þetta þú veist, ég hef einu sem tekið bara svona, ég bara fann bara á líkamanum mínum, já, þá þurfti ég bara, það var fyrir liveshow okkar í hitti fyrra. Þegar kjólarnir voru fyrir úrskeiðis, það var bara, þú veist, það var bara sjúklega svona, þetta bara eftir 2 daga við getum ekkert í þessu gerst. Og það finnst að þú segir hitti fyrra. Já, það hitti fyrra, þetta crazy. Og þú veist, og ég var bara heima og ég var bara, þú veist, Gunni, þú verður bara að taka emblu, ég verður bara aðeins að fá bara anda. Breather. Bara, og ég bara fann svo líka með mér bara kalla á það. Já, ég þarf að prófa það, sko. Já. Ég held sér tens mannskja. Ég held að þurfi bara að gera það reglulega. Já, ég held líka. Mér langar að vera meira senn. Same. Ekki vera svona stressa með á svona hlutum. Nei. Gerir ekkert gott. Nei, það gerir það ekki. En svo talum við, þetta er jákvæðni. Já. En við ætlum að hugsa heilsu. Stressa ekki endilega neikvæðni. Veistu það? Nei, en ég er að segja bara, ef maður er jákvæður yfir hlutunum, þetta fór svona, Já. Veist þess að verða stressaður, þá getur maður ofta orðið svona, nei, fokk, þú veist, sem kannski ekki endilega neikvæðni en bara stressandi. Já. En ef maður er bara smá svona líbó, Já. Þá er go with the flow. Þá er það kannski svona jákvæðni bara yfir hlutum. Bara it is what it is. Smá þannig. Já. Þú veist, þá kannski er auðveldara að tækla alls konar. Já, ég get alveg við erum tennstundum, sko, við kynna. Við öll bara, við öll erum þar held ég. Já. Og þetta er líka bara ár til að resetta your mind. Já, því það er bara ekki gott fyrir líkamann ég sál að vera tens. Nei, alls ekki. Það er ekki gott fyrir neitt, það er ekki gott fyrir neitt kerfi, sko. Nei. Það er líka heldur í, þú veist, eins og bara segjum við að reyna að létta þig eða bæta vöðvum eða eitthvað þannig. Í alveg að vera stressaður, það skemmir fyrir árangri. Já, það gerir það. Og leiðum maður slakar á og hættir að ofhugsa þá bara svona gerist þetta allt. Þannig að note to self. Já. Þau eru minni í þetta þannig. I'm ready to start. It is what it is. It is what it is. This year it is what it is. Brain. Fucking chillax with my brain. En já, heilsa, hreyfing, húðin, hugsa vel hana, bara hárið, neglur, taka vítamín. Við hefum oft talað að það er mjög mikilvægt. Já. Og það er vítamín gleði í hagkaup núna út daginn. Já. Skellið ykkur 25% af vítamínum í hagkaup. Ógeðslega sniðugt. Já. Bara nýta sér þetta, núna tíminn. Ég veit þeir öll að pæla í þessu hvað sem er. Ákveður ég taka þetta afslætti. Einmitt. 25, sko. Það er mjög gott. Það er geggjað dýrt, því að vítamín eru dýr. Já. Það er dýrt sport, sko. En það er líka til svo mikið í hagkaup, skilur. Rosalegt úrval. Og þú veist, svo fleiri, þú veist, guðdómlega vörur sem leynast þarna. Til að nefna, Happy Hydrate. Einmitt. Það er salt í hagkaup. Já. Ógeðslega sniðugt að grípa sér núna, pakka því líka. Já, það er bara eitt af markmiðunum mínum er að taka Happy Hydrate bara strikt alltaf eftir æfingu. Já, það er bara alltaf eftir æfingu. Já, ég er búin að setja þetta í gym-töskuna mína. Og ég gerði þetta á tímabili. Já, mjög duglega, því að var að fara svo mikið heitum tímum. Svo núna hætti ég því dálítið í haust. Var ekki að fara mikið heitum. Og þá var ég alltaf bara með Happy Hydrate brúsa ofan í töskunum minni og Happy og þannig að setja ofan í annan brúsa og beint eftir æfingu, tjögga á leiðin heim. Gott, mjög gott. Já, ég ætla að vera stundum kannski gleyma því, skilur. Þetta er mjög sniðt. Mér er líka gott að fá svo bara fyrir svefn. Það er æði. Það er líka svona smá sweet treat þegar maður er að krefja eitthvað, klukkunar hann mikið. Smá klaka og nýta og bara gera þetta smá gúmsi. Já, ég elskar það svona rómantasa Happy með. Já, það er svo gott að klaka og rör. En þú veist, eftir heitatíma, þú veist líka bara eftir allar heitatíma, auðvitað, skilur. En sérstaklega heitatíma. Ég fann það bara daginn, ég fór og ég kom bara heim og ég var bara svona, ég veit ekki svona, þú ert bara svona, oh my god, ég er svona það þyrst mun eitthvað slökkva á þorstanum. Happy. Já. Þú veist, ef þú vaknar eitthvað með það, ef maður þunnur eitthvað, og þú vaknar maður bara svo ógeðslega þyrstur. Það er mér alltaf árið fyrir að sofa. Svo sniðugt. Já. Þú veist, ég reyna að vinna með það, en þú veist. Þegar ég veit bara, mér langar ég að góðan dag á morgun. Já. Þá er ég bara, Happy tonight, já. Við gerum, ég er bara, Bensin er að gera Happy fyrir mig. Já, 100%. Bara, þú veist, það er bara, it helps. It does. En við hreyfing, heilsa, Við vorum byrjuð veldvið. Rosalega stolt á þetta. Já. 100. janúar sem við byrjum í veldvið. Núna ætlum við að vera lengur en janúar, februar. Við vorum í 3 mánuði senast. Þá þú fórstu aðgerna? Já. Hvernig fórstu aðgerna? Ég vóka það var leiðilegt. Ég fór 11. mars. Fórstu í mars, já. Já, beint eftir en ammaliðitt. Já. Þú hélst upp ammaliðitt. 10. Ég fór 11. Varstu ekki skonnum í ammaliðinu? Nei. Ég var skonnum í ykkur öðru. Heima mér? Já.
Já, það var eitthvað annað heima á mér. Já. Ég var mjög fín. Manstu ekki Rómeó nýkomin? Já, Rómeó, já. Jú, þú fórst... Ég fór aðgerðin á mánudegi og þú hélst afmælið þetta á föstudegi. Áður, jú. Held að föstudegi, af því ég fekk Rómeó og fór beint í þín. Já. En já, ég náttúrulega komst ekki í Völdvitt og svo ég er búin að vera í Völdvitt inn á milli með stelpunum. Við erum búin að mæta mjög oft helgar og svona. Ég er mjög glöð að fá þig í morgunæfingarnas. Ég er mjög glöð. Á virkudögum, af því að, já, við erum morgunfólk. Já, við erum það. Við þurfum bara að vera. Mér finnst nefnilega 7 svo æðislega tími. 7 bestir. 7 er uppáhalds tími. 6 út Psycho, 7 flott. Þú sagðir það? 6 eftir Psycho. Já, nei, 6 er alveg Psycho hours, sko. Fyrir mér, guð, þú veist, kannski finnst þið ykkur öðrum bara, ég sé að vinna klukkan 10 á kvöldin vera Psycho, þú veist, já, það er hvað er klukkan? En hvað er hún samt? Við þurfum alveg að fylgjast með því. Já, hún er alveg 10:07. Ok, það er bara flott. En já, þú veist, ég hef oft farið klukkan 6 og bara mér er það alveg upp á velli, skilur ég örgulega þar. Ég veit, ég vil fara með þér, sko. Já, en já, en ég er bara búin að átta með því að 7 er minn tími. Mér líka. Mér finnst æðislega að vakna 5:30. Ég er ekki svona að drepast, en 5:30, það er smá, það er svona næs að vakna óvart 5:30 og svona, ég hef klukkt mjög bútt, skilur þetta er ásanlegt. Ég stið það. Já. En já, við ætlum ertu með eitthvað svona markmið varandi, þú veist, hreyfingu? Já, sko, já, hlaupa. Já, þú ert með það markmið, einu sinni í viku? Já, ég ætla alltaf að hlaupa einu sinni í viku. Ok, bara saman hvað sem langt og stund það er. Já, það má alveg vera bara 1 kilometer, það má vera 10, það langaði sko að gera svona, að taka, þú veist, bara 5 og svo næstu viku 6, næstu viku 7, næstu viku 8. En þú veist, ég er ekki að fara enda í 100, ég myndi bara hætti 10 og byrja búin nýtt, skilur við? Já, en þú veist, hvað er marga vikur í, ekki 52 vikur á ári? Þetta ekki, jú. Þú myndir enda í 52 kilometer. Nei, ég er að segja, leiði komið 10 þá resettu. Já, hefður ekki resettað. Já, ég myndi aldrei gera það. Það er samt aldrei lítið. Já, en þú er samt búin að taka 51 deginum áður. Já, trú, já. Þú veist, það er ekki lítið, ég myndi aldrei geta það. Nei. Physically, mun aldrei gera það. Allt sem var fyrir, þá er 50. 49 gæri 50. Nei, það var crazy. Nei, bara, það var ekki deginum áður, náttúrulega vikun áður. En nei, þú veist, bara svona að reyna að bæta það því ég er svo ógeðslega föst í 5 kilometrum alltaf. Já. Mér finnst það svona, búinn, skilur. Já. Mér langar svona að byrja aðeins að prófa fara alltaf 6, skilur. Já, prófa 6, 7. Kannski bara í janúar tekið 5 nokkru sinnum, svo kannski í febrúar tekið 6 nokkru sinnum, skilur. Eitthvað þannig. Ég ætla að reyna alltaf svona aðeins að prófa svona aðeins að bæta mig. Já, geðveikt. Já. Það er svona eina sem ég er að breyta, þú veist, vanalega er ég náttúrulega alltaf með eitthvað rútínu, skilur. Já, þú ert náttúrulega, þú ert búin að vera, þú veist, tuned inn á þetta svo ógeðslega lengi, það er lítið sem að þú veist. Já, en svo er ég alveg búin að detta út eins og núna november, desember. En þú er sem, þú veist, bara, þú er búin að byggja góða rútínu á. Já, ég er alveg mjög fljóta að koma mér aftur í rútínu. Þegar ég er bara svona fuck this, skilur, þá er bara let's go. Og þú veist, bara allt í einu auðvelt með að vakna, skilur, ég er búin að eiga ógeðslega erfitt með að vakna í desember, ég var bara að dreifast. Svo núna að við erum bara að taka ákvörðun, að við ætlum bara 7 æfingar. Það var bara, þá mér líður svo að vakna svo fyrir jólin. Já, einmitt, maður bara spenntur. Já, ég sammála. Þú veist, maður líka bara er, þú veist, með þetta hugafar þarna núna, bara, ok, let's go. En þú veist, en gaman samt, þú veist, að því að þú ert svona rútínumanniski, þú veist, bara ert góð að viðhalda sig yfir allt árið, þú veist, ekki svona janúar, þú veist, skilur? Jú, ég á mín janúar moment, sko. Já, ég veit það, en ég segi, mér er svo gaman samt að heyra að þótt að þú sért með þetta, komið með þetta svolítið svona in your system, bara þú mætir og þú gerir, ég veist, yfirleitt með 10 skref á dag og allt þetta, en samt gaman að heyra að þú sért með markmið, þú veist, þú hafir eitthvað til þess að... Mér finnst alltaf gaman að setja markmið, ég gera eiginlega í hverjum einasta mánuði og þú veist, að því að, eins og segir, þú er í rútínu mannski að þá nota ég mikið Apple Watch markmiðin sem að koma alltaf mánaðarlega og mér er svo gaman að fara til þeim og það er eitthvað svona nýtt í hverju mánuði og mér finnst ógeðslega gaman líka að sjá hjá okkur öðrum. Hvað er þið? Ó, ég veit ekki, ég er náttúrulega að setja úr mitt á eftir... Þú sér það inn í appinu þínu. Já. Ég skal segja ykkur hvað mitt er með hann. Það var smá crazy þessi mánuði. Furðulega með að vika hinn mánuðurinn minn, desember, var lélegur, sko. Það var alveg svolítið... Þetta er svona aðalast alltaf manneskjum og hversu mikið manneskjan æfir. Og ég æfði rosalega lítið senstu mánuði á meða við mig. Á meða við þig, já. Ég er ekki að segja yfir höfuð, kannski öðrum finnst það mikið. En má ég sjá hvað er þetta. Farið bara inn í fitness appið í símanum ykkar, eða í Apple Watch. Farið í Awards og Go for it. Og January Challenge.
og mitt earn this award by earning at least 100 exercise minutes per day 14 times. So far you've done it 4 times. Þannig 100 mínútur, þú veist, 1 klukkutími 60 mínútur. Þannig það er basically að taka meira en 1,5 tíma 14 sinnum á æfingu. Af æfingu á dag, já. Vá. Þannig að ég er búin að vera að fara á 2 æfingar á dag. Svo þetta er geggjað janúarmarkmið fyrir mig. Já, og double it, skilur. Já, þetta er geðvægt fyrir þig. Já. Ég með náttúrulega, sko, ég held ég sé ekki búin að vera með úrið mitt á í marga mánuði. Ég man ekki. Bara síðan áður hún fættist. Já, ég tók það að mér. Ég setti aðeins á mig aftur eftir hún fættist. Því ég fór náttúrulega aðeins að æfa þarna í svona mömmufitt. Alveg rétt. En hef bara ekki verið með það á mér bara út af, ég veit ekki af hverju, stundum fæ ég bara svona og það var líka bara, það er frekar gamalt, ég þarf bara nýtt. Herðu, hvernig væri að við myndum fá okkur bara ný úr? Ég hef verið svo til í það. Út af því að ég þarf þess, sko, við sko mitt er í alveg vintage. Þetta er ógeðslega gamalt, sko. Já. En mitt er bara Ring in the New Year Challenge og það er Start the Year Strong, Stay Active. Það allir með það. Já. Earn this award by closing all, allir með þetta sama? By closing Ring all in the 3 year. activity rings. Fyrst það ekki January Challenge líka? Nei. Þetta allir. Ég fekk ekki January. Kannski að þú varst ekki maður að sitja á því þegar 1. janúar kom eða eitthvað. Já, það getur verið. Æ. Ég er ekki með í janúar. Nei, þú ert búin að samt sitja þér markmið. Ég er búin að setja markmið. Já, en það er svona yfir árið. Markmið mitt sem ég setti mér í ár er að þú veist, ég er reynslu kona líka á að setja mér markmið. Ég fer allir trissu með þetta. Núna í ár er það 200 æfingar á árinu. Og það er svona roughly reiknaði cirka eins og myndir æfa 4 sinnum í viku. Já, cirka. En það sem ég langar að gera 165 frídagar á ári fyrir mig? Nei, bara á ári, skilur helgar. Nei, það er sem minna, þú veist það er 5 virkidagar. Já, svo sem með föstudegi þá. Já. Nú er mikið. Já, ef þú tekur fyrsta með, já. Alls konar frí. Mér finnst hljóma bara, þessi 4 sinnum í viku er alltaf bara perfect, skilur. Það sé 200 dagar, ég er bara hvað lítið. Já, svona cirka bót, það er kannski aðeins minna, en þú veist, en já, ég hef alltaf, því ég oft sett mér markmið bara, ég ætla að æfa 3-4 sinnum í viku, svo kannski bara kemur vika sem ég er bara lasin og ég kemst ekki, eða bara lífið tekur yfir, barnið mitt er veikt, eitthvað, þú veist, bara, þið veit hvernig, Gunnifur Erlendis, barnið verið veikt, þú veist, þið veit hvernig lífið er bara stundum, stundum bara stjórnar ekki, þú komist ekki á æfingu, og og þannig að þú veist, já, ég setti mér bara markmið 200 æfingar á árinu að þá get ég kannski tekið eina vika sem ég tek bara 7, jafnvel 14 ef ég tekið double hvern einasta dag, skilur en svo get ég líka bara tekið 10 daga sem að þess myndi koma bara ég fer erlendis og bara nenni svo ekki eða hvað sem það er þá þarf ég ekki vera bara ég er búin að brjóta markmið, það er ónýtt eins og ég er svo oft gert bara verða að fara 3. vika svo kemst ég bara einu svo þessa vikuna því að lífið happened og þá er bara fuck, markmiðið mitt fyrir árið ónýtt. Nú get ég bætt mig og þú veist ég þarf allan að bara, alltaf því á 200 daga eftir að, þú veist, árinu og ég er ekki komin eitthvað smá upp, þá þarf ég að rífa mig í gang. Ég er komin með 4. Já, geðið. Þú ert að halda utan bara í notes, eða? Sko, ég þarf að finna ykkur góða leið og halda utan þetta. Já, þú ert með dagatal. Ég er með dagatal heima sem ég bara prenta út allt árið á einum A4-blaði. Þannig ég bara með janúar, bara pínleiti, februar, mars, og þetta er bara svona pínleiti punktar og ég gerir bara punkt. Þannig að segjum við myndum taka 2 æfingar, eins og við erum fyrir að gera í dag, þá er ekki búp, þá getur ég gert 2 punktar. Þú þarf að telja. Svo þarf ég að telja, sem er hræðilegt. Þannig ég þarf að finna eitthvað svo counter. Já, ég held ég myndi frekar að setja í notes eða eitthvað. Já, ég þarf að finna út í, en ég seti close friends. Já, líka það, haldi því bara. Ég ætla að halda því áfram, það er gott líka bara, þú veist, ákvæmst að setja það í close friends bara mynd af æfingunni og þú veist töluna það er sko bæði fyrir að verða ekki fyrir vonbrigðum fyrir allir þessum close friends hjá mér og líka bara ná að telja þetta Já, sko það sem getur líka gerst er inn í, þú veist, ég veit þú byrjar ekki að nota Apple Watch-ið en ég gæti talað það Já, þú getur farið inn í workouts og segjum bara já, þú getur náttúrulega talið þær, skilurðu en það er náttúrulega oft sem er bara eitthvað þú veist, bullin inni sem voru ekki kannski að tella sem æfingu eins og þau fara út að labba en þannig getur farið í workouts, walking, other, mixed cardio segjum bara myndir alltaf setja mixed cardio þegar þú ert að taka þessar æfingar, skilurðu
þá þetta bara hér, þú fær bara heildi töluna. Yfir árið, sniðugt, einmitt. Þannig þú getur alltaf að byrja að halda í... Ég þarf að gera það, sko. Þannig að þú getur tekið eins og hérna, bara mixed cardio, svo kannski pilates eða eitthvað, skilur. Tennis, já. Það halda einhvern veginn. En svo líka sér þau náttúrulega alltaf hringina þína, skilur. Já, nákvæmlega. En ég myndi bara held ég taka notes. Já, ég held ég ætli að gera það, sko. En já, þetta svona markmið, allan svona stórar hreyfingamarkmið í ár. Svo var ég líka með, mér langaði að pröfa nýja íþrótt. Já. Og þú veist, ég hef náttúrulega pröfað pilates áður, en þú veist... Ekki svona skráði? Ég sem ekki svona skráði það, núna er skráði það, og mér langar líka að pröfa golf. Já. Bara pröfa það. Kem með þér. Það ekki, bara pröfa. Getur við lært það í laumi. Já. Og strákarnir veit ekki að því. Já. Og bara eru ekki góður í golfi, og svo hittið það og þeir eru bara, hvernig þið golf? Við getum alltaf sagt þessum að vinna. Getur ekki? Við getum alltaf sagt þessum að vinna. Við erum bara að vinna. Af því að þú veist, þetta er tímafrekt, skilur. Já, en þetta er bara í góði gert. Góði og gamni gert. Við erum ekki að reyna að fela okkur fyrir, við erum bara að reyna eða börst okkur út í einhverjum móa, skilur. Bara hvað það að gera? Takk upp. Bensir alltaf með mig á maps, sko. Já. Nei. Þú veist, það er alltaf. Getum ekki færlega þetta fyrir þeim. Við æfum okkur hér. Já, fáum okkur svona reynd og svona stóran skjá. Svona simulate. Herru, ef ykkur er golfþjálfari og vill kenna okkur, here it's up, sko. Ég væri til að vera góð í því, af því að mér langar alveg með þessu, sko. Já, mér er alveg til það, sko. Ég elska allar hreyfingu. Já. Þetta er basically bara, þú veist, göngutúr, hot girl walk, með einhverjum nokkrum boltum. Ángreins. Skilur. Já. Mér langar að pröfa eitthvað nýtt í ár og hugsaði, ég hef ekki pröfað þetta, þannig að... Já, ég fíla, ég með þér í. Já, þú veist, bara, þetta er svona hreyfingarmarkmiðin mín. Já. Þú ert alveg búin að gera frábær markmið. 200 dagar, komin í völdvit, komin í pilates og leiðin að gólnámskeið. Sérðu það? Og svo ertu í padel líka. Það er í padel. Og svo fyrir stundum í tennis. Já. Við alveg með gráða fyrir yfirreikin. Við ákveðs. Embla náttúrulega fara bara að æfa tennis bara. Já, geðveikt loksins. Já, hún er spennt. Verða 5 ára, getur við bara að æfa tennis. Geðveikt. Það er sko gert til þess að við höfum eitthvað að gera í fjölskyldufríunum saman í framtíðinni. Þetta er svo sniðugt. Nei, þetta er líka bara æðisleg íþrótt. Þetta er frábær hreyfing. Ég vildi í alvörunni, ég hef bara vitað að þetta væri til þegar ég var lítil. Ég líka. Það var ekki hugmynd. Þetta var ekki til þegar ég var litlar á Íslandi. Örglega. En það er líka eitt þegar maður er að huga heilsu og hreyfingu og svona, það þarf að hugsa vel um húðinu sína og það þarf að hugsa vel um sig og það þarf að læra svona huglega og senna sig og það er hvergi betri staður til að gera það heldur en hjá Laugaspa. Laugaspa. Eða þá með Laugaspa vörunum. Einmitt, organic skincare. Laugaspa organic skincare, velkomið aftur. Velkomið back. Our OGs. Já, they are OGs. Elskum. Heyrðu, bara talandi Laugaspa. Já. Ég er að gera með nýtt markmið líka. Ég elska það. Ég kom með nýtt markmið sem tengist ekki hreyfingu en þetta tengist heilsu og það er það. Ég fór í dag, ég er búin að vera með hræðilegt tognun, taug, eitthvað dæmi í bakinu. Bara allan desember. Það er alveg búin hjá mig svo mikið og ég er ekki búin að geta hreyft mig eða eitthvað þannig og ég hef aldrei bókað mér nudd. Nei. In my life. Einmitt. Nema bara, þú veist, þegar ég var á Bali með Jói. Þá bókuðu við okkur nudd, af því það er svona trend þar og svo ég fengi bara gjafabréf nudd. Og ég var bara, ok, ég er búin að drepast, akkur er ég ekki að reyna að hjálpa því einhvern veginn með því að fara bara í eitthvað nudd sem hjálpa mér. Já, þess að setja bara kvarta. Já. Gera eitthvað í hlutunum. Gerðu eitthvað í þessu. Af því ég bara svona, það er ekki stimplað í hausinn á mér að fara nudd. Nei. Og bara vinkona mín, bara mjög náða vinkona mín, fyrir reglulega nudd. Og ég er bara, wow. Jú, Glen Coco, I love that for you, en akkur ég ekki bara, ég hugsa alltaf, sýtt langar mig líka. Já. Akkur ger ég það ekki. Nefnitt. Þú veist, akkur er maður ekki bara, þú veist, það náttúrulega kostar sitt, skiluru, en akkur er maður ekki bara fórni ykkur öðru, að þetta er líka heilsaðinn. Þetta er það. Þetta er ótrúlega mikilvægt. Þú kannst ekki hreyft. Ég kannst ekki hreyft mig, en líka bara, þú veist, við stöndum á þessum löpum alla daga, þú veist, við erum að nota þetta alla daga og þú veist, maður er bara eldast, skiluru, maður þarf að hugsa vel um allt. Og ég held að þetta sé svona eitthvað sem mér vantar bara í mína rútínu, sko. Já. En ég ætla að segja ykkur frá því, ég fór hana. Þú fórst í nudd í dag. Já, þegar maður fer í nudd í Laugaspa, þá fær maður spa-aðgang með. Besti heimi. Veistu hvað, ég var bara, ég var alltaf með spa-kort í gamla daga. Ég saknaði svo mikið, ég fór inn í klefan, ég var bara, I miss this place. Oh my god, I miss it so much. Þannig var maður alltaf. Og ég fór sko hálftíma fyrr og bara, Eðlilega. Já, ég hefði átt að fara aðeins fyrir mér þessa. Já. Og þú veist, ég elska infrarauða gufu.
og hérna ég bara klæði mig í sloppið minn og fer inn í gufu, fer í infrarauðu, ég ein þar inni. Nei. Dásamlegt. Og ég bara, ok, nú þarf ég að huglega. Já, þarna þurftur að huglega. Þrjú. Ég lenti í það besta sem ég hef upplifað, sko, ég var eiginlega að segja frá þessu. Já. Herðu, það kemur einn svona eldri konin og ég var bara ætula, eitthvað, góðan daginn. Og svo týnist önnurinn, ég þau kannlega þekkjast, það byrja að spjalla, skilju. Kom ekki 5 í viðbót. Nei, já. Og það var bara saumó. Ég elska Það er þetta. ekki Ég var bara, grínast. I see my future and it's bright. Oh my god, it's so Og þær bright, eru it's bara so að tala um, red. já, og þær eru bara að tala um einhvern, þú veist, þær eru greinilega bara eftirlinu, skilur eru bara hana, Living the dream. já, bara hittast í laugar spa Á þriðjudegi. á þriðjudegi, klukkan 10, skilur Þetta var voru nýbúnar dúllumúsur, ég elska þegar gamalt fólk segir þetta, leikfimi, þær voru leikfimi. vorum upp í leikfiminni. Ég ætla bara að byrja leikfimi þegar hún gömur. Já, ég ætla bara að segja leikfimi, Ég líka. Ég æðislegt. ætla ekki bara að rækna, ég ætla bara Þær voru svo miklu dúllur og ég var bara svona, ég var með lokaaugun og ég var bara að hlusta á their convo That's og your það var svo, hugleiðsla, sko. þetta var, ég fekk bara free podcast. Oh my god, love it. Já, það var geðveikt. Geðvikt. Ég átti bara með besta moment, ég var svona, að því ég var mjög erfitt með ein, eins og það ekki veist. Og ég var bara með hana, öllum bestu konum hana. Æ, best. Þær voru dásamlegar, ég var hann ekki að tala á þær en ég var bara að hlusta. Já, geðvikt. Þær voru svo krútlegar. Og já, þetta verður við. Ertu að djóka? Já. Þú veist bara alltaf. Og svo, eitt viðbót, Já. ég var svo mikið að pæla, að ég er alltaf með síma minn, skilur. En einmitt. þarna var ég ekki með hann, ég var bara að hugsa svona, þú veist, svo byrjaði svona einu og einu að tínast út. Ég náði alveg að vera hálftíma inni sem ég geggjað. Og hérna, svo var senast að tínast út og var einu eftir. Og hún sagði, hún langar svona pæli, hvað aldrei við verðum þegar við byrjum að kveðjast svona. Hún stóð upp og sagði, Guð blessi og labbaði burtu. Ég var bara, Æ, ég veist hvað Hvenær? Missa marga vinkonur alltaf og ég var bara, Guð blessi. Ég bara, Guð blessi þig, Guð blessi. Já. Ég var bara, núna. Ha? Góðu siður. Já. Þess vegna er búin að segja guðsamast hérna. Ég var inspired. Já. Það töluðu líka svo skemmtilega íslensku. Ég var bara svona, mér langar bara að fara aftur hérna í gufu og saman tíma og gáði hvort að segja hana, sko. Við fyrir næsta þriðjudag. Ég líka svona kynnist maður bara fólki. Kannski það koma bara vöfflubóði. Já, það getur vel verið, sko. Nei, þú veist, Laugarspa er svo dásamlegu staður og við höfum oft talað um þetta og þau oft heyrst okkur, við unnum að það báðar. Báðurinni, þetta er svona nostalgía fyrir okkur Já. og það er náttúrulega bara að gera þetta mér svo upp síðan þá. Já, svo Þetta er svo geðveikt. Já, bara, og við höfum líka unnum með vörunum, organic skincare áður og við vitum gæðin og ég get ekki beðið. Mér er búin að vanta healing balm. Svo ánægur að koma. Ég er svo spennt að byrja að nota alltaf aftur, sko. Ég líka. My favorite, ég er náttúrulega að nota samt healingbalming alltaf, sko. Bara hann er my OG. Ég hef búið minn, sko, en því að þú veist, ég bara hefði getað borðað hann. Já, hann er bestur. En já, þú veist, ég fekk bara svona í hjartað þegar ég var þarna í morgun. Þú veist, ég fór hér ást í Laugar því ég er í Pílaldess og hvað og völdvitið líka þar eitthvað að því. En svo langt sem ég fara inn í hann að klefa og fara í spa og líka bara ein. Ég var bara svo mikið svona, wow, I miss this so much. Ég er bara í svona allir bara fara með spakort, sko, bara í alvegni, það er þess virði, sko. Það er það. Djöfull er það næs. 100%. Djöfull er það næs. En líka, ef þú ætlar að taka núna bara í janúar, þú veist, bara, ok, þú ætlar að, þú veist, setja inn í þetta, þú mátt fjárfesta í þér. Já. Þú veist, að þú getur slemt, þú veist, það er fullt af vondum síðum sem þú getur Það er sem ég hugsa, ég ætla bara að sleppa einhverju sem Slepptu bara að taka þér take away. Eða slepptu bara, þú bara veist. nokkru sem take away. Já. Bara í alvörni, þá er ég bara að koma með þetta. 100%. Mér langar að setja með markmiðið, ég veit ekki hvers eðlilegt er að fara oft inn í mánuði. Mér langar að setja allavega einu sinni í mánuði. Þá fer ég það er geðveikt, já. Bara, og við getum kannski gert það saman. Já, veistu það, að ég held að nudd ger líka brókslega mikið fyrir sálarlífið manns. Já, nei, sko, þetta var líka besta nudd sem ég farið á ævinu minni. Já, en sko, þú veist, nudd er ennþá ódýrari en sálfræðingur. Einmitt. Þetta er minn sálfræðingur, sko. Þú veist, þetta er það sem ég vil. En ég oft fara inn bara annars staðar og öðru stöðum, það sem ég bara klappa mér, skilu. Og ég bara talaði við hann, ég vil ekki láta bara gilla mig, sko. Nei. Ég kom inn til að Já, leysa úr hérna fyrir klemmu, sko. Hún var svo bara, ertu vön? Ég var bara, nei, hún er ekki, ok, bara förum eftir því og þú bara segir, bla bla bla, skilu. Hún var svo gott að tala við hana og var bara svo dásamleg og bara í alvörunni, þetta var besta nýtt sem ég farið á ævinu minni. Ég var inn í mig bara 10-10, náttúrulega ég get ekki shut the fuck up í hausnum að mér, ég var bara, vákvæmt geðið, þetta er besta nýtt sem ég farið, ég bara love this so much og líka bara svo, þú veist, ég elska, það er svo dimmt. Hefur ekki farið nudd á stöðum sem það er bjart? Jú, einmitt. Það er maður bara svona, skilur Svo óþægilegt, það er bara svona, það er svona dimmt og cozy og bara svona, ég elska allt við Laugarspa. Elska í alvörunni. Elska. Maður í alvörunni, bara this is gonna be my routine, sko.
Já, ég bara taka út einhverja habit sem ég þarf ekki og fjárfesta í þessu að þetta er ótrúlega mikilvægt. Já. Sérstaklega líka þegar maður er að æfa mikið, skilur, verða vöðvarnir sore og þú fær taki í bakið og Akkurat, 100%. þurfum að nutta þetta. Þurfum að hugsa um þetta. Já. Þurfum að hugsa um þetta. Þetta er svona mitt treat sem ég ætla að gera fyrir sjálfa mig í ár. Þú ert komið með þetta markmið, þú ætlar að hlaupa, þú ætlar að muna að trýta sjálfa þig, þú veist, þú ætlar að vera, Þetta er bara nudd. þú ætlar að elda heima, Já. þú ætlar að drekka steinefni og sölt, þú ætlar Drekka að mikið vatn líka. drekka mikið vatn, alltaf, Alltaf. þú ætlar að vera duglega að búti minningar með vinninum og fara út og borða á tapasbarinn, þú veist, allt þetta, Spara bara allt bara. allt. En hvað voru ykkar markmið? Einmitt, tjekkum á því. Af því að þið sendu okkur líka, af því að sko ég er alveg vissum að ég muni herma eftir. Já, ég vill fá inspo. Ég líka sko, ég nefnilega vill fá inspo. nefnilega- Sér alveg margir að setja í stóri eitthvað, hvað er ykkar markmið? Því ég held að allir séu bara looking for inspo. Ég er að því. Þannig að inspire me besties. Þín áramóta heiti árið 2026. Let's fucking go. Fyrsta, taka alveg til í herbygginu mínu alla sunnudaga. Love it. Það er gott að vera með einn svona þriðdag. Já, ég ætla að setja mig þriðdag líka. Já. Thank you for reminding me. Ég var að vinna með þrifjudaga. Þú varst að því. Það var gott. Ég er að pæla að byrja á því aftur. Ég líka. Ég ætla að stila því líka. Hlaupa í Reykjavíkumarathonu. Geðveikt. Ég vildi ég geti tekið ákvörðun svo snemma. It's too soon for Já, me. já, þú sér til. Já. Taka vítamín. Já. Geðveikt. Sammála. Ekkert gos. Sódavatn spari, alltaf vatn. Já. Þú veist, ég skil Love that for you. markmið. Já. Lofmarkmið. Þú veist, ég er ekki að fara að segja nei við góðu zero-i, sko. Nei. Zero er bara Coke Zero Er bara- og fyrst, ég þarf mitt þegar gos. þarf ég full fat Coke, sko. Já. En það er bara Ég svolítið. þarf bara mitt Coca-Cola að gera mig hamingjusamma. Borða hollara, reyna að elska rektina og fara oftri göngutúr. Elska það en gera það sjaldan. Já. Love that. Hérna, Huginn segir hanga fárlega mikið í tebúðstúdíunni. Já. Ok. Þeir eru Það- nú búin að koma inn á tvisar í stúdíóðu okkar. og fá að lána. Já, ég veist þess að ég segi. Við elskum að hjálpa þeim sem Minna mega sín. Minna mega sín, það er eitthvað. Alltaf velkomnir. Vera duglegri að bjóða fólki mat. Já. Já. Veistu, þú ert mjög góð í því. Já, ég ætla að vera duglega að fara í mat hjá öðrum. Ég sko duglegri að bjóða Já. Til í það. Herðu, svo er minka skjátíma. Ég elski það. Þetta er geggjuhugmynd. Þetta er frábær hugmynd. Akkur erum við ekkert búin að ræða þetta. Nei, veistu hvað mér finnst minka skjátíma minn? Að vera að hlusta á bók. Sammála. Því bara minka skjátíma minn. Annars er ég með TikTok og autoskroll. Bara alltaf í gegnum daginn, já. Nei, ekki alltaf. Ó, nei. En samt ég er stundum að taka til. Það er ég með síman. Og bara færa hann á milli stað. Það er Á líka TikTok, hægir á mig. Já, Já. já. Ég nota Bókin. bara sem Bókin. podcast, já, bók. Bókin. Það er alveg, það Þegar er við- minka skjátíman. Bara komið í bókabóðið. Ángreis. Að geta gert pull-up er að byrja á nulli. Já, Vel gert. uppbyggingu er alltaf verið draumurinn minn. Vonandi einn daginn. Já. Læra að blístra og gera einu uppbyggingu. Ok, skemmtilegt. Já. Kanntu að blístra? Hvað er blístra? Flauta? Já, bara flauta, já. Má ég heyra. Vá. Vá. Ég er sko inn Já, þú við ert rætt svona- þetta. Já. Já, þú ert svona alltaf flautandi. Ég held alltaf að sé ykkur vinnukallar fyrir Já. aftan mig. Bara, hver var þetta? Já. Fyrst Ég að gera með það eitthvað mjög kæk. mikið. Já. Herru, svo er hreyfa mig 5 sinnum í viku. Geðvitt. Elska. Setja mig sjálfa fyrst. That's it. Fallegt. Og segja 2 fallega hluti um mig þegar ég vakna. Það er afskaplega fallegt. Það er geðveikt. Já. Huga að mér sjálfri. Já. Elska. Bjóða fólk meiri mat, sinnum að mikið innspóð þá hún er dugleg að hósta, verður til að sjá meira hvað hún er að bjóða upp á svoleiðis. Já. Ég gerði Heyrðu. einu sinni svona post. Já. Manst ekki, á Instagram. Það sem ég tók Það sem yfir þú svona- elskar að elda. Já, og Já. það er eiginlega í matabóðum. Þannig að það getur skoða það. En já, ég er það klára að gera aftur að ég náttúrulega elska að hósta. Já. Hvað? Hósta. Já, það má. Þetta er alveg. Var þetta ekki fyndið? Hvað er þetta tíkall í trúðin? Nei, bara þú. Herra, vera dugleg að elska sjálfa mig og vera dugleg í göngutúr. Taka 4 til 7 kílómetra á dag. Vel gert. Vel það er gert. ekkert betur en góða göngutúr, sko. Það er svo Elska gott. göngutúra. Getum við verið duglegir að fara bara í bara hot girl spjallvolk, Já, skilu, á kvöldin. Við þurfum ekki að hlaupa, bara að labba saman. Já, já. Getum við? Já. Búum svo nálægt. Við gerum Við þurfum það. að nýta það með áður en ykkur flytur eða eitthvað. Satt. Segðu þið. Þú veist, pældi þið, ef þú myndir bara flytja bara eitthvað, Garabæina eitthvað, segjum það. Og það bara búið ekki svo nálægt. Við myndum sakna það svo mikið. Ég veit Við þurfum að nýta já, þetta. við þurfum að nýta þetta. Nýta hvern dag. Já, Njóta hvers dag. Bara hvers Já. einasta dags. Kaup mér íbúð, velgerst. Geðveikt. Vera konsistent í rektinni. Love. Já, hlaupa 10 kílómetra í marathóninu.
elska það. Stend með þér. Já. Careless. Já, nákvæmlega sem við þurfum að gera. Já, 100%. Kaupa meiri vintage designer. Love. Lokka inn í öllu. Já, lokkin. Elska þetta lokkin síðan. Mætiræktin og standa með betur í skólanum. Já, hann fallegt. Já. Mentimáttur. Ángríns, mentimáttur. 10k steps alla daga. Geðveikt. Gera eitthvað nýtt óvinnlegt á hverjum ársfjórðingi. Love that. Skemmtilegt. Við ættum að taka þetta til okkar. Já, tökum þetta. Já. Stelum þessu, lesa á hverjum degi. Indislegt. Við ættum nú alveg að setja í okkar markmið að lesa fysikali eina bók allavega. Á ári? Á bara árinu. Við lesa eina fysikali bók. Fysikali. Já. Lesa. Hvernig lastu síðans bók? Lastu ekki Glúkos Goddess? Nei. Nei, ok. Ég var með hljóðbókinu og var að lesa skilu þannig. Og var að glósa í hana á eitthvað. Mæli með henni. Nei. Ég hef ekki lesið bók síðan Harry Potter aldrei, sko. Ég las Breytnibókinu nefnilega. Já, þú gerði las það. hana. Vel gert. Já. Var það þessu árið eða síðan? Það var 2020. það. Já, það sem það. Já, ég þarf alveg að fara að lesa bók. Við þarfum að vita hvort ég geti það. Þú getur alveg. Heldur það? Já, maður. Reyna loksins að eignast gott samband við mat og hreyfingu, sem sagt ekki hræðast mat. Mjög gott. Já. Challengea mig meira 2026 fyrir oftar yfir þægindrama minn og hafa gaman að lífinu. Love that. Prjóna meira, verða hollari, drekka meira vatn, mæta á réttum tíma. Þetta. Við skulum taka þetta til okkar. Skulum reyna. Við erum stundum við duðlegar. Já. Við mætum við og snemmaði og seint. Já, þannig að nú ætlum við að reyna að vera á réttum tíma. Já. Einenda með markmið að reyna að verða ólétt. Svo minni skjátími hann aftur og svo setja heilsuna bæði líkamlega og andlega í fyrsta hætti og verða vonandi ólétt seinna á árinu. Babies. Fallegt. Við höldum með okkur öllum. Já. Herðu, og svo bara, hvað markmið, eða hvað áramóta heiti eru þið með fyrir okkur? Bara hvað vil ég sjá meira af, hvað vil ég sjá minna af. Eða bara eitthvað nýtt sem við viljum. Draugasögur. Við erum strax að við hellinginni. Já. Heyrðu, gera aftur þátt með Helgu og Andriu. Hvað er að gera núna eftir menntaskólan? Það er enda mjög skemmtilegt. Við þurfum að fara að spjalla það þær. Það verður mjög gaman. Fleiri vörur, buxur. Ok. Já. Noted. Tebúsköku eins og ostaköku. Það var þetta geðveikt. Já. Svona möndluköku eða eitthvað. Best með bleika kreminu, sko. Draugasögur, meiri samsverðskenningar og yngu illverk, fleiri þætti. Fleiri bækur í bókabóðið. Við erum með markmið. Já. Játningar, leysa vandamál hlustenda. Játningar halda áfram 2026. Leysa vandamál líka skemmtilegt. Já, gjör það. Koma með eitthvað, bara má vera eins astnalegt vandamál og það skilur við. Já. Fleiri gesti. Svo segir næsta minna viðtölum og meira þið bara tvær að spjalla. Ok, love. Taka fyrir trendværa hlut á Hollywood. Við elskum það alltaf. Já, það er mikið gestum í desember. Já. Það er yfirleitt ekki þannig mikið. Meiri draugasögur, svo kemur færri viðtöl. Jæja. What? Elska þættar sem þið jappið að taki mál, serju, einstakling í deep dive. Já, fleiri deep dive. Ég samla því. En já, það er búið mikið viðtöl núna. Já. En betri dreifing á þessu, svo við skiljum. Nei, en þú veist bara, það er huge compliment að þið viljið færri gesti. Ég bara, I love that. Okkur, já. Herru, Q&A, já, it's been a while. Já, við erum að gera það. Facts. Við erum að gera það, sko. Já. Herru, mér langar sér að tebúið smjátt og tjatt eldamenn baka á ístúrferð tebúðsins. Herru, let's go. Geðveikt hugmynd. Meira get ready with us í áskriftinni. Það er bara on its way. Já, bara right now. Meiri draugaþætti, say it or shot it. Ég segi ekki hlutin, ég ætla að meina, ég lofa einum þannig á árunu. Ég ætla ekki að lofa bara einum. Að minnsta kosti. AMK, sko. AMK. Ok. Þið fenguðu það bara á live-sjónu senast. Já. I'm sorry. Fleiri get ready with me áskrift, áhugaverð störf til þess að viðtalið sálfræng, engaþjálfara miðil, lítalækna og fleira. Geðið til, já. Ótrúlega til, já. Bífbúð og klassist Hollywood-drama. FNF blöð í segir og shot it. Já. Aukaefni. Já. Aukaefni. Já. Eins og við vitum ekki að við erum búin að vera slacking there. We're trying, guys. Var til að segja meira get ready draugasögum og játningum. Ok, ég elska að fólk elskar get ready with us. Já, það elskar það. Það er mjög gaman. Elskar því að þið tóku svona skandal eitthvað sem er gesti fyrir árunum. Já, svona random, svona gömulmál. Ég til ég að grafa það upp aftur. Ég líka, sko. Meira á íslensku með ógist drikk var að hlusta á það þarf meira.
Það er svo gaman, sko. Það er svo skemmtilegt. Elska þið tæki fyrir átíðstjarnan og Met og svo velunaháttunum. Herri, þau eru framöndan. Allar stærsta hátunar framöndan. Oh my god, það er svo mikið framöndan. Oh my god, það er svo This is the season. Fá Emblu og kannski Tinni þátt að vera svo gaman en bara mömmurnar og þær leyfa vilja. Já, þú veist það stýttist í Emblu Leave My Disco. Já. Taka umræðum The It Boy. En getum við ekki bara fengið Emblu og Tinnu og bara við erum ekki með? Já, það er geðvitt. Herri, taka umræðum The It Boy of 2026. Robert Pattinson. He's back. Hvað er hann í einhverju núna? Já, hann er að leika með Jennifer Lawrence. Í hverju aftur? Veit ég hvað mynd er, einhver flott mynd sem ég veit ekki. Ok, spennandi. Þú veist... Hei, kannski verður hann Sexiest Man Alive. Kannski? Við erum alltaf að reyna að spá fyrir því. Kannski verður hann Sexiest Man Alive. Já, Robert Pattinson. Birta er ekki fan, en ég er huge fan. Nei, þú veist, ég hata mannin ekki, en ég er ekki bara eitthvað... Ég þarf að sína guðdóman. Ég þarf að sína það. Já, ég Hann er bara, hann er svo æðislegur. Ég er tilbúin að sjá hann. Hann er svo skemmtilegur. En já, þetta var geggjaði þáttur. Þetta var geggjaði þáttur. Gaman. 2006, já, let's fucking go. Ég er svo peppuð. Og við erum bara right now að fara í Pilates. Við erum að fara í Pilates núna. Við erum í gymfutunum. Ok, svona tricks líka. Fara í gymfutin, það getur ekki beilað. Getur ekki bara að vera ógeðslega fáránlegt að koma aftur heim í bara... ósveittum gymfutum. Boring. En já, við erum ekkert eðla peppar og bara spenntar fyrir 2026 með ykkur. Svo spenntar. Það verður svo skemmtilegt. Það er mikið framöndan. Bara love you guys. Love you besties. Bye.